Verið velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Möstudóttir. Ég heiti Daníel Örn Arnarsson. Og við ætlum að ræða svona af hverju fólk fer út í stjórnmál og af hverju, við leittumst út í stjórnmál. Og ég held að sé út af svona ólíkum ástæðum. Og sjálf, það var svona kveikjan að því hjá mér að ég skrifaði pistil á Facebook barnafátækt og svona mína reynslu af því, og það leiddi til þess að ég kynntist fólki sem hafði svipaða reynslu og reynslu af sárafátækt. Og ég held einhvern veginn að það sé reynsla af einhverju sem að svona leiðir til þess að fólk vilji oft breyta hlutunum, og ég hef verið mjög opinská með þetta, og Danni félagi, hann með reynslu af skorti í uppvextinum. Jú, vissulega. Og við ætlum að fá að kynnast Danna betur. Svona hver Danni og hver hans upplifun að því að, hafa alist upp þar sem að kannski það var ekki alltaf til. Nægur peningur á heimilinu, er rétt að orða það þannig? Jú, vissulega. Ég alin upp á mestu leyti af einstæðri móður. Mamma og pabbi skildu þegar ég var 9 ára, og eftir að þá var mamma í 2 vinnum. Það var líka fyrir. En það var svona aðeins þrengra í búi, og það var ekki alltaf, við áttum alltaf að borða. Við vorum ekki á þeim stað, en það var mjög einhæft oft á tíðum. Og við vorum svo heppin að ég á frænda sem var á sjó, og hann kom alltaf með fisk til okkar, þannig að suma vikur var kannski svoðin ísa, cirka, ég veit ekki, 4-5 sinnum í viku, bjúgur og eitthvað svona unnarkjötur, þetta var svona það sem við höfum efna á. Og síðan voru svona ákveðnir hlutir sem að, ég fikk aldrei leikföng nema jólagjöf, kannski afmælinu og eitthvað svoleiðis. En ég var reyndar heppinn að því leyti að við áttum vissulega ekki mikinn pening, en ég þurfti aldrei að líða, ég var aldrei svangur, og ég átti alltaf föt, þó þau voru kannski third hand, eða þannig, þau voru kannski komin, þau voru búin að lifa ýmislegt. En ég prófaði hluti eins og hver veist ég að vera að stýra okkur? Ég prófaði hluti eins og að mamma geymdi krónur og dót, og ég kannski gat ekki alltaf að fara í bíó með strákunum, en stundum fór ég með alveg bara risastóran poka af klinki, og manni fannst það ekkert rosa kúl, en eins og ég segi, þaðan kem ég, vissulega. Það var ekki mikið til, en það var samt þannig. En til þess að það væri matur á borðum, þá þurfti mamma að vinna 2 vinnur. Þannig að hún var að vinna á kvöldin við að skúra líka, ásamt því að vinna í sjoppu. Og það gerði það verkum að ég þurfti reglulega að sækja systur mína sem töluvert yngri en ég, og gefa hennar borða, og svona kannski taka svolítið meiri ábyrgð heldur en algengt hjá þeim sem þurfa ekki að vinna 2 vinnur eða fleiri. Þannig að þannig úlst ég upp. Mér finnst líka athyglisvert hvernig fólk sem hefur upplifað það að þurfa kannski að redda sér eða vera á heimili þar sem að það þarf að redda sér, svona kannski passa sig alltaf á að nefna en það eru kannski aðrir sem að höfðu það verri en ég, og það eru kannski aðrir sem þurftu að hafa meira fyrir hlutunum og svona staðsetja sig innan svona rými til að taka fram einhvern veginn svona þó það hafi kannski ekki alltaf verið frábært hjá okkur og hefði geta verið betra, að þá var þetta ekki það slæmt. Það pottet aðrir sem hefði það miklu verra einhvern veginn. Veistu hvað ég er að tala um? Já, ég tengi rosa sterkt við þetta, eins og þið kannski heyrðuð. En það er alltaf, maður hefur svona tilhneigingu til að draga úr, alltaf.
og svona, það er rétt, en það er bara þannig, við vorum skítfátæk. Það var þannig. Og mamma mín, eins og ég segi, þurfti að hafa rosalega mikið fyrir því að halda endum saman. Og vann rosa mikið, sko. Endalaust alltaf. Og ennþá að. Og líka þessi ábyrgð held ég sem að ung börn í þessari stöðu finna strax fyrir. Að einhvern veginn, ég held að ung börn upplifi strax eitthvað sem að mörg börn ekkert endilega meðvituð einmitt svona sækja systkini eða vera meðvituð einmitt, þú veist, að matur kemur ekki endilega bara úr búðinni og beint inn í ísskáp til þín, þú veist, þetta ekki bara eitthvað sem að kemur sjálfkrafa, það þarf að hafa fyrir því og alls konar svona þættir sem að kannski vaknar mjög strax. Já, algjörlega, og þetta líka gera það verkum að þetta læra að elda snemma. Já. Svo býra því eftir dag. Mamma er hetjan mín, en ég myndi ekki vilja að börnin mín myndi alveg upp í það að þurfa að sækja yngri systkini og elda mat og hana. Þannig að sem gerir það verkum var best fyrir því að enginn þurfi að upplifa það. Ein vinna á að vera nóg og þá enginn að þurfa að líða skort í einu ríkasta samfélagi í heimi. Þess vegna maður komin í þessa blessuðu pólitík. Já. En hvernig eins og það hlýtur að hafa áhrif á mann að kannski vilja sjá foreldrið oftar en maður sér foreldrið? Já, vissulega. Þannig að það var, en við vorum líka mjög oft með henni í vinnunni á kvöldin. Þannig að maður var, ég hekla bíla upp og var svolítið og sérstaklega lagerinn og svona bakvið var svolítið minn leikvöllur sem krakki, sko. Ég var að leika með mig fínu módelin sem voru í glerkössum og mátti helst ekki snerta, sko. En vissulega þá var maður oft, og þegar maður var eldri, þá var maður minna alltaf með henni, sko. En þú veist, þannig að ég hefði oft alveg verið til í að vera heima á sjónvarpi, en var dregin einmitt í heklu, þar sem að maður þurfti bara að finna sig eitthvað að gera. Þekki það. Leikast með varahluti, það var mjög gaman. Með mömmu þegar hún var að skúra. Já, akkurat. Já. Ég fekk ofta að taka ruslið á skrifstofunum og svona til að flýta fyrir. Eitthvað hendur. Já. Það var já. En hvað myndir þú segja að hafi leitt til þess að þú vildir bara vinna þar sem þú ert? Það sem ég er í dag. Sko, ég kom inn í, ég voru að segja, pólitískt starf þá fyrst í gegnum B-listaframboðið í Eflingu, þar sem við tókum okkur saman og buðum okkur fram með Sólveigu Önnu eins og fræktur orðið og þannig svona það var svona mín fyrsta upplifun af pólitísku starfi, kannski ekkert gæsalapur. Og þaðan, svona, þá fór maður að hafa meiri áhuga raunverulega og fylgjast meira með og þegar maður einhvern veginn, veit ekki hvernig orða það, þegar maður sér, þegar þú kemur inn í pólitíkina, einhverja pólitíka, þá fer alltaf að sjá meira og meira hvað er mikið og hvað er mikið af. Já. Ó já. Og og þar leið eftir að ég byrjaði þar sem sagt að þá í stjórn Eflingar þá fór ég að hafa meiri áhuga á pólitík og alltaf haft mikinn áhuga á pólitík en hafði meiri áhuga á að taka þátt í pólitík sem að gera það verkum að þegar ég var beðinn að taka sæti á lista Sósíalistaflokksins þá sagði ég nú bara já. Til að byrja með þá sagði ég já en ég væri til að fá að vera bara einhvers staðar neðarlega því ég hef eiginlega ekki tíma fyrir þetta, svo mikið að gera í vinnunni. En þetta er það sem að koma þessum kjörnefndin ákvað. Ég bara þakkláttur fyrir það í dag, sko. Og finnst þér eins og annað fólk í borgarstjórn skilji, þú veist, af því að út frá því sem að við höfum heyrt, þá hefur veruleiki margra barna ekki breyst frá því að við vorum ung. Finnst þér eins og
fólki í borgarstjórn skilja að það bara mörg börn sem að búa heimilum þar sem að, þú veist, það ekkert alltaf til matur eða þar sem að þau eru kannski ekkert endilega að uppfylla öll næringarviðmiðin. Finnst þér eins og sé skilningur fyrir þessu eða hvernig finnst þér eins og, þú veist, þessu sé mætt? Sko, stór hluti þeirra sem sitja í borgarstjórn í dag eru náttúrulega bara partur af þessu klassísku borgarastétt í Reykjavík, sko, sem hafa bara kannski akademíska þekkingu á því sem að, en þau flest þeirra, ég ætla ekki að segja öll, hafa ekki raunverulega reynslu af því hvernig það að vera að éta fisk í 5. skiptið í röð, til dæmis, þú veist, það verður þreytt fljótt. Ég til dæmis elda ekki fisk heima hjá mér almennt bara. Þetta bara, eftir að maður varð eldri, þá svona, ég borði ekki mikið af unnum kjöt, ég borði ekki fisk. Þetta bara, þú veist, já, en þetta fólk þarna flestir skilji ekki þennan raunveruleika. Það alveg satt. Það svona eins og ég komin yfir pastafóbíuna mína þegar ég búin að læra að það hægt að gera pasta mjög gott. Ef þú getur sett meira út í pasta en bara einhverja pastasósu sem þú ert búin að borða marga daga í röð þegar það hægt að hafa alls konar eins og bara spínat og sveppi og alls konar svona mjög fínan mat. Þannig ég alltaf að kalla þetta eitthvað svona fína millistéttapasta mitt og setja svona kirsuberi tómata og ég bara, vá, hvað þetta næringarík og góð máltíð. Þú veist, pasta getur verið gott. Algjörlega maður. En það einmitt það sem við þurfum í pólitík fólk með raunverulega reynslu sem að hefur upplifað það sem við erum að takast á við. Ekki, þú veist, akademísk þekking ágætt, þú veist, og ég ætla ekki að draga úr því, en það sem við þurfum fólk sem veit, ekki bara hefur lesið. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að koma að röddum fólksins, sérstaklega, þú veist, eins og í borginni þá mjög mikilvægt að koma að röddum fátækra, koma að röddum innflytjenda og fleiri sem að bara skortir oft mikið í borgarstjórn, pólitík almennt. Nú var ég að hlusta svona með öðru eyra á, hvað kallast þetta, setningaræður Alþingis eða Alþingi var að koma saman í gær. Eldhúsdagsumræður. Já, við enda að tala um eldhús. Inni í eldhúsi og skorta mat, það líka svona dálítið umræður þessum þáttar. Af hverju heitir þetta eldhúsdagsumræður? Ég hef ekki hugmynd. Nei, eldhús, já. Ég var til að sjá eldhús Alþingismanna, en það er annað umræðinni. En já, eldhúsdagsumræður. Og ég var svona að hlusta með öðru eyra og veit ekki hvað allir hefði nákvæmlega að segja, en það var svona, eitthvað talað um fátækt, sem gott. Það var alveg bara Inga Sæland sem talaði um fátækt. Já, og svo heyrði ég Sjálfstæðismann tala um Friðheima og tómata og mér fannst skilaboðin sko vera að því sem ég heyrði að þingmenn höfðu svona verið að tala um sko að núna værum við að fara að gangi í gegnum og erum að gangi í gegnum erfiða tíma og svo kemur Sjálfstæðismaðurinn sem talar um að hann vildi koma jákvætt innlegg inn í umræðuna og að stjórnarandstaðan hefði verið heldur neikvæð og hann vildi koma jákvætt innlegg og ég svona skynjaði að umræðan væri dálítið sko að með þrautseigju væri hægt að komast í gegnum erfiðleikana og hann vildi segja frá sögu þar sem að fólk hefði náð að einhvern veginn vinna með erfiðleikana og nýta tækifæri sér í hag. Og það er náttúrulega bara frábært að nýta tækifæri sér í hag þegar erfiðleika blása við. En mér fannst þetta bara svona endurspegla svo mikið hvernig hægri flokkar tala einhvern veginn þessa einstaklingshyggju. Pulling yourself up by your bootstraps. En það er náttúrulega rosalega erfitt þegar þú átt ekki séns. Já. Þú veist, þegar þú ert alin upp við það að þín rödd skiptir ekki máli. Og þegar þú ert alin upp við skort, að þá ég veit það ekki, þú veist, þú ferð svolítið internalize það að þú ert ekki nógu góð.
Það gerir það að verkum því miður og ekki nógu margir sem að hafa reynslu af því að alast upp í fátækt eða vera fátækur séu að koma sér á framfæri og tala og þora að skrifa og hafa hátt. En hvað á maður að segja, ef ég má aðeins, af því að þú fékkst að tala Alþingi, þá ætla ég að kommenta það líka. Örorkubætur eiga að hækka núna, örorkulífeyrir, en hann samt sem áður 80.000 krónum lægri heldur en lágmarkslaun. Fjármagnstekjuskattur á að lækka og skerðingar, eða skattleysismörk erfðafjárskatts á að hækka. Hvað þýðir það? Það þýðir að ég man ekki nákvæmlega tölu, undir 5 milljónum borgar ekki skatt, yfir þá borgar eitthvað skatt. Þau voru að hækka þessi skerðingamörk, eða skattleysismörk. Og þau eru að lækka fjármagnstekjuskatt. Og þau eru að gefa ríka auðmönnum og fyrirtæki og landsins meira, en þau eru ekki tilbúin til að taka hissa upp úr sér buxurnar og koma til dæmis lífeyrismálum í rétt lag. Þannig fólki sem á pening og gæti greitt til samfélagsins þegar við sjáum fram á að ríkissjóður fá minni pening út af ástandinu, það að fá meiri skattaafslátt á meðan að fólki sem að núna hefur engan pening ekki að fara að fá meiri pening eða... Jújú, það á að hækka þarna einhver brotabrót, einhver prósentur. En það ekki kjara leiðrétting, af því að það á þetta leiðrétta kjör þannig að þau séu allavega á við lágmarkslaun. Þetta bara stað að hækka eitthvað, en þannig að það ná ekki einu sinni lágmarkslaunum samt ógeðslegt. Þetta glæpað. Og þetta er bara klassísk hægri mennska sem að allir stjórnarflokkarnir eru bara búin að sýna og sanna að þeir styðja. Og hvaða rök, tókst eftir hvað rök voru færð fyrir því að þetta lækka fjármagnstekjuskatt? Þetta er eitthvað sem á að styðja við lífskjarasamninginn. Af því að náttúrulega Halldór Benjamín og félagar í Samtökum atvinnulífsins eru nýbúnir að taka hann í gíslingu og þvinga út úr því eitthvað fyrir fyrirtækin, Var verið að semja við kapitalista í lífskjarasamningnum? Nei. Lífskjarasamningarnir eru samningar, eða bara kjarasamningar hefur verið samningar lágmarkslaun. Lægstu launin. Þeir sem að borga ekki samkvæmt kjarasamningum, langflestir sem vinna á skrifstofu og semja sín eigin laun sjálf, þar gætu kapitalistarnir lækka launakostnað með því að semja við sitt starfsfólk sem er yfirborgað, ert þú tilbúinn að taka á þig X kjaraskerðingu svo við getum haldið áfram með fyrirtæki. Ekki fara að ráðast á samninga sem snúast grunn, minnstu mögulegu launin. Þetta tölum aðeins við framkvæmdastjórana, millistjórnendur og aðra sem að hafa það bara drullu næs. Já. Þetta er staðan í íslenskum stjórnmálum. Jeps. Já. Nú var ég bara orðlaus. Já, þetta er, og mér finnst það bara aumkunarvert, ef ég á að segja sannleikann, að íslenska ríkisstjórnin hafi gjörsamlega lúffað fyrir augljósum svona hótunartilburðum og svona bully tactics sem Samtök atvinnulífsins voru sína. Og það sýnir okkur bara enn og aftur hvar áherslan liggur hjá stjórnvöldum. Þetta er ekki fólk sem ætlar að laga kjör en lagsettu þrátt fyrir ítryggu lofur til dæmis Vinstri grænna. Þetta eru ríkisstjórn auðvaldsins. Þetta er ríkisstjórn kapitalistana. Þetta er ríkisstjórnin sem að gerir það sem að þeim er sagt að gera ef að Halldóri Benjamín og félögum þóknar svo. En af hverju ætli stjórnvöld vilji frekar halda ríku fólki ánægðu en svangt fátækt fólk má áfram vera svangt? Það er rosalega góð spurning, en ég veit það ekki. En núna fyrir að styttast í kosningar og við verðum bara að refsa þeim. Takast höndur saman og hætta að gleyma
Við þurfum að muna hverjir það eru sem eru að halda kjörum í landinu lágu. Við þurfum að muna hverjir það eru sem að auka ennþá á misskiptingu auðs. Við þurfum meira vinstri, raunverulegt vinstri, ekki vinstri græn, til dæmis. Meira vinstri? Meira vinstri. Ég held að það sé mjög góð lokaorð og við kveðjum hérna úr hinni Reykjavík og óskum ykkur góðrar helgi. Ég heiti Sanna Magdalena Mörsdóttir. Og ég Danni. Takk.